Velkomin í föstudagsþáttinn. Ég vona að janúar sé að fara vel með ykkur. Við hefjum leika hérna með KAON, Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Velkomnar Regína og Katrín. Takk fyrir. Kraftur er 20 ára núna, þessar mundir. Já. Og við ætlum aðeins að fara yfir fyrst kannski bara hvað er í boði hérna á Akureyri og ræða svo kannski unga fólkið að eftir. Endilega. Það er að aukast rosalega mikið þjónustan hjá Krabbameinsfélaginu á Akureyri og við erum farin að bjóða upp á fleiri hópa, fleiri viðtöl og við erum orðnar fjórir starfsmenn. Þannig að við viljum endilega að fólk hérna nýti þetta og þetta kemur sér vel fyrir unga fólkið og aðstandendur þeirra. Þannig að það er flott. Þið eruð í Glerárgötunni, sjaldan er góð vísa of oft kveðin. Já. Við viljum bara hamra á því hvert fólk á að fara, hvað það getur leitað sér upplýsingar því að það er ákveðin frumskógur þegar maður lendir í þessum aðstæðum að greinast með krabbamein. Það er það sem við erum svolítið að sjá að er að breytast líka og við erum búin að vera í þessu í nokkur ár og það fyrsta sem núna finnst mér fólk vera að koma leið og það er að greinast. Jafnvel fólk að hringja, ok, það er að vakna grunur, ég er í ferli, get ég komið og fengið spjall. Þetta er eitthvað sem manni finnst líka að vera pínu nýtt og frábært. Við viljum endilega hafa þetta þannig og við erum líka rosa þakkláta fyrir að fólk treysti okkur fyrir þessum tilfinningum sem það er að upplifa bara strax í greiningaferlinu. Og þetta, mér finnst það að vera að aukast líka, að fólk sé að koma bara strax. Þá getum við líka pínu beint fólki áfram, hvað er næst. Fólk spyr, hvað á ég að spurja, hvað þýðir þetta allt? Ef ég greinist með þetta, hvað þá? Og við getum svolítið verið að hjálpa fólki að taka við þessum upplýsingum. Og er einhver á staðnum hjá ykkur bara frá morgni til kvölds, eða hvernig er þetta? Er þetta svona eftir vinnu, eða hvernig? Það er sko opið frá 1 til 4 á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum. En það er ykkur við síman alveg frá 9 til 4 alla daga. Og við svörum í síman, við fylgjumst með á Facebook líka, við fólk sendur okkur skilaboð eða tölvupóst. Þannig að við erum alltaf þarna. Og við erum hana á morgnana, við erum alltaf, við erum með, þarna bókum við á okkur á þessum tíma, þess vegna höfum við skrifstofuna lokað, við erum með bókað á okkur, við erum með hópan okkar á morgnana og ýmsa fundi og annað. Okkar vinnutími við byrjum snemma á morgnana, En svo er það Kraftur sem á afmæli, það er svona unga fólkið, stuðningshópur, hvernig skildir þið Kraft? Stuðningsfélag er það ekki? Jú. Kraftur er stuðningsfélag og við erum mörg félög. Krabbameinsfélag Íslands er svona reglífin yfir okkur einum. Við erum mjög mörg félög og við vinnum öll saman og hjálpumst að. Við erum öll með sama markmið að styðja við þennan hóp. Og Kraftur, hann hefur svona sérstöðu að hann heldur utan 18 til 40 ára. Já, maður er ungur alveg fram til 40. Já. Og aðeins lengur hjá okkur, til 45 ára hérna á Akureyri. Já. Við eldum svo vel á Akureyri, En já, þau hafa þeirra þeir sérstæða hefur verið að þau útbúa fræðslu, þau eru sérstaklega baráttur fyrir unga fólkið. Þannig að við erum, þó svo að þegar fólk greinist með krabbamein, þá eru ákveðnar þarfir sem fara í gang og annað sem er kannski sameiginlegt með flestum, en unga fólkið samt hefur margt sem það þarf að díla við sem eldra fólkið þarf ekki að díla við. Eins og til dæmis hvað varðar barneignir og þau eru kannski með ungbörn og framfæri og fleira. Kraftur hefur verið með þetta algjörlega leiðarljósi að vinna með unga fólkið og þeirra þarfir og hvernig er hægt að bregðast við þeim. Og þeir hafa verið mjög öflugir undanfarið, áberandi og bara flott félag. Og þeir styðja við baki okkur, við vinnum saman. Já, Kraftur og Norðankraftur. Norðankraftur. Þannig að Hulda sem er framkvæmdastjóri Krafts kom að heimsótt okkur og við vorum að spjalla saman hvernig önnin verður fyrir unga fólki hjá okkur og hjálpumst að styðjum hvort annað. Og við streymum fræðslu frá þeim einu sinni í mánuði og þá kemur fólk upp í félag klukkan 5 á þriðjudögum, horfir á fræðslu saman. Já, frábært. Og svo er svona alls kyns útgefið efni. Já, Kraftur gerir þetta, þau gefa þetta út og þetta er til þess að bara auðvelda fólki leiðirnar. Það er hagnýtar upplýsingar bara strax og fólk greinist. Þetta er bara stutt og hnýtt með að litlu bæklingarnir, hvað þarf. Stóri bæklingurinn hins vegar, hann fer alveg, þetta er frítt, fólk getur nálgast þetta, bæði hjá okkur og hjá Krabbameinsfélagi Íslands og Kraftega og netinu. Og það er bara eiginlega farið frá A til Ö. Þarna er bæði einstaklingar að segja frá hvernig lífsreynslan er að greinast, þeir að segja frá því sem þau gangi í gegnum, auk þess sem er farið bara í gegnum, ýmislegt sem getur komið upp á eftir að þú greinist. Almenn líðan og líkamleg líðan. Já, þetta má bara segja að þetta sé þannig. Og hún er líka til á netinu, eða hvað?
Já, hún í fullri upplausn á netinu líka, hægt að finna hana þar. En svo ekkert mál að fá hana bara, hún ókeypis. Kraftur bara stendur við bakið á þessari bók. Og svo alls kyns einhverju viðburðir eða hvað framöndan í tilefni afmælisins, vitið eitthvað um það? Ég heyrði, já. Það nýliðinn einn viðburður og mikil ánægju með það. Það var hérna festival 12. janúar. Það fóru nokkrir frá Akureyri og hérna ég frétti að það hefði verið rosalega gaman. Þannig að Kraftur býður upp á ýmislegt og þeir styðja fólk til að koma. Styrkja í gistingu og jafnvel flug. Þannig að fólk þarf ekki að leggja út fyrir þessu. Og Kraftur vill bæta sig í stuðningi við landsbyggðina. Þeir hérna gerðu könnun og þar kom fram að fólki fannst vanta meira á landsbyggðina. Þannig að það markvisst verið að efla þjónustu á landsbyggðinni og bæði eru við að því í samvinnu við þau og þau eru líka að reyna að gera betur. Og eitthvað svona framöndan sem þið getið sagt frá? Kannski eitthvað sem að við erum svona vonað að það verði meira að vera hérna á Akureyri. Fleiri viðburðir á vegum Krafts. En það var svona aðeins eftir að koma í ljós. Það ekki búið að negla það niður, þannig ég veit ekki hvort ættum við að segja frá því alveg strax. En það ýmislegt og við erum alltaf að reyna að skipuleggja og gera meira. Og hérna... Má koma með ósk, mér langar svo perla armbönd. Já. Svo vonandi verður það, já, þau eru æðisleg. Þau eru æðisleg. Og það var líka Akureyri tóku bara vel í þetta og líka þetta var haldið aftur hérna upp í Káa-heimili, var það ekki Káa? Gott ef ekki. Já, ég held að það hafi verið hana... Við vorum ekki með tærnar í puttana í því, heldur kom bara Kraftur norður og sáum það sjálft. En við vorum með þeim upp í Vaffum og höfðum mjög gaman af þar. Og mikið af fólki sem kom, perlaði og fór. Og það líka svo skemmtilegt af því að perlið, svo selja þau armböndin, þetta allt sjálfboðvinna sem fólk að gefa. Og ágóðin kemur þannig inn. Svona marglaga góðverk einhvern veginn. Og þú getur líka nokkur veginn treyst á það að þetta ekki eitthvað slæmt á bakvið þetta armband. Þetta allt bara með, allt svo fallegt á bakvið það, því að maður alltaf að spá í því. Já, glæsilegt. Eitthvað svona lokun sem þið viljið bara hnykkja á? Kannski bara það að vera ungur, að greinast með krabbamein, öðruvísi heldur en að vera með eldri út frá svo mörgu. Og þetta allt einstaklingsbundið og allt það. En það að vera 18 ára að nýgreindu með krabbamein, það rosa mikið sem hefur áhrif á það. Þú ert að missa svo miklu félagslega, hvernig standa vininni sig. Krakkar eiga oft ungt fólk á erfitt með að tala krabbamein. Það veit ekki hvernig það haga sér, kemur, kannski feimið. En umfram allt, ungt fólk sem og eldri, þeir vilja allt bara fá að halda áfram og vera með sitt. Ef að vinur þinn að gangi gegnum eitthvað, þá vilja þið heyra af því. Þau vilja ekki, fólk hættir að segja þeim ýmislegt af því að það vill ekki hinn með krabbamein, ég hef ekki rétt á að kvarta og annað. Þau vilja bara fá að vera vini sína áfram og þetta, ég ekki bara að tala um 18 ára, það bara unga fólkið, það vilja allir bara fá að vera áfram þeir sem þeir eru. Þeir sjálfur, já. Allt sem sé sem eðlilegast og þar eru vinur og fjölskylda svo mikilvægur stuðningur, bara að halda lífinu áfram venjulegu, eins og hægt með aðstæður. Ekki líka mikið að bara aðstandendur komi til ykkar og leiti sér? Jú, og það alltaf að aukast. Alltaf aukast. Og vinnufélagar, þetta ekki, aðstandendur ekki bara þeir sem standa þér næst, fjölskylda þín eða vinir þínir eru líka og þeir ganga líka í gegnum krísur við það að besta vinkonun allt í einu greind með krabbamein. Þannig að það að gera að hringja og fá stuðning. Bara enda þetta þannig, hvetjum fólk til að hafa samband við Káan og alla stuðning og fræðslu sem hægt að afla sér hérna. Endilega. Takk fyrir komuna, Kelle. Takk fyrir okkur.